Góðan dag og velkomin í Gunnheim Brensar. Í þessum þætti tek ég viðtal við Fanneyju Vésteinsdóttur sem býr á Siglufirði og hún handlitar garn og selur og það er mjög skemmtilegt garn sem hún er með. Ég hef keypt af henni og sýnt svo sem hérna líka. Ég ákvað þetta með svona stuttum fyrirvara það hún fékk eiginlega bara dagsfyrirvara á þessu hjá mér. Ég var á ferðalagi þarna fyrir norðan og við ákvaðum með stuttum fyrirvara að fara á Siglufjörð. Þannig ég hafði samband við hana og hún var alveg til í að hitta mig. Átti smá stund þarna aflögu sem var bara alveg frábært. Gaman að koma til hennar. Þannig að hér kemur viðtalið. Hvenær byrjaði þetta? Ég byrjaði... Með systrabönd... Þú byrjaði með systuðinni, ekki? Jú. Já. Ég í rauninni fæ hugmyndin að prófa að lita með sýrulitum 2017. Já. Það er alveg 7 ár síðan. Já. Og systir mín, hún er miklu meiri svona jurta... Já. Þannig að hún byrjaði eiginlega að jurtalita og við byrjum með þetta saman. Þá. Svo 21 þá eigum við bæði þriðja barn. Já. Og hún hefur alveg verið úti síðan. Þú veist, hún er ekkert með núna. Nei. En hún kemur einhvern veginn eftir. Já, einmitt. Það gerist einhvern veginn, hún er í skóla og svona núna. Já, einmitt. Þannig að ég byrjaði 2017. 2017, þetta hefur alveg verið bara ongoing, eða þú veist. Já. Með svona smá hléum. Með smá hléum. Já. Aðalega í kringum, það er yngsti gaurinn fæddist. Já, einmitt. Og ég fór í aðra vinnu í smá tíma. Já. Og svona, þú veist, það var bara dálítið mikið, þannig að en ég var alltaf að lita til að setja í, ég er alltaf að selja garn í gangi á Akureyri. Já. Og var alltaf í Gabbu Eddu líka. Já. Þannig að það sem ég litaði fór þangað, þannig að ég hef ekkert verið beint að selja, þú veist, ég hætti aldrei alveg en ég var ekki beint að selja frá mér nema þá bara sér pantanir fyrir eitthvað lið. Eitthvað lið, horfir á mig að ég er að panta því, það er 2 ár síðan, 2 liti í silkigarni, ég er ekki búið með. Nei, þú byrjuð samt. Ég byrjuð og næstu ég búið með aðra peysuna og þannig að núna er komið pressa á mig, eða nú ætlum ég að setja pressa á mig að klára hana. Já. Og að þetta átti að vera sko, fyrir einhverja sólarferð sem ég var að fara og eitthvað svona. Já. En það verður bara önnur sólarferð. Já. Þú verður bara að bóka nýja. Það er rosalega flott garn. Já, silki, ég er rosa hrifin af því. Já. Það er líka bara, það er svo gott að vera í því. Já. Þess maður bara... Áttu silki hérna? Já. Hérna ertu með nokkra. Hérna er með smá sýnusótt. Já. Svo glampar svo skemmtilega á það. Já, og þetta er svo mjúkt. Þetta er svo æðislegt. Já. Svo maður aldrei heitt og aldrei kalt. Nei. Þegar maður er í þessu. Einmitt. Og bara náttúrulegt. Það er mest þetta æði. Já. Bara 100% silki. Já. Það er svona smá þetta eru rauninni 2 lög snúin saman. Þess að 2 þræðir snúðinu saman. Já, einmitt. Já. Akkurat. Það er alveg ekki. Og þetta er alveg 400 metrar og það er það í öllum hespurnum þínum, eða ekki? Svona cirka. Við förum yfir þá eftir. Já. Við ætlum að fá að kíkja á svona hvaða gerðir þú varst. Sjá hvað ég er með núna. Þetta eru 400 metrar, silkið. Þegar þú ert að prjóna úr svona hespurnum og ertu þá með 2 þræði, þú veist, sitt hvora umferðina? Eða bara... Að því stundum að vera að tala um svona litapolla og eitthvað svo leið, sko. Sko, Nei. Ég yfirleitt, ég segi það ekki. Ef ég er með eitthvað mjög, þú veist, ef ég er með eitthvað mjög litríkt, skilurðu, hespu sem er mörgum litum í, að þá, þú veist, ég nenni því ekki alla flíkina. En ég prjóna rosa mikið, sko, þú veist, prjóna kannski meiri hlutan
af hespinu og svo ger ég nokkra umferðir. Já, þá ertu að fara yfir í næstu. Já, þannig að þú veist, ég tek kannski 10 og 10 þar sem ég skiptist á og svona feita yfir í næstu hespu. Af því að ég yfirleitt nenni ekki að gera þetta alla flíkina. Af því að, þú veist, mér líka bara alveg sama þó að... Þá komir svona flekkir eða pollar eða hvað við erum að kalla þetta. Já, en það kannski kemur ekki svo mikið. Sko, málið er það, ég rosa viðkvæm fyrir því. Já, ok. Og það svona lita ég aldrei eitthvað sem getur pollað svona, eða aldrei að segja aldrei, ég hef gert það. Já. En ég lita yfirleitt ekki eitthvað sem fer í svona mikla polla. Nei. Þú veist, ég lita alltaf þannig að það dreifist meira alla hespuna. En það getur verið mjög stökkar. Þú veist, og eitthvað svona, þú veist, það getur farið meira brún á hespuna kannski sem sérstaklega í endanum á bakkanum. Og hún getur orðið dekkri. En þá, þú veist, það meira bara heildar, þú veist, þá bara prjóna ég og svo bara prjóna ég eina og þá feitast það svona út. En þá kannski dekkri kafli og ljósari kafli í flíkinni. Þannig að ég meira bara, mér bara alveg sama. Já, akkurat. En þeir sem ekki sama, að þær kannski, eða þau, gera það fyrst, að því ég hef heyrt það, sko, þó að ég sé ekki mikið að, ég ger ekki svoleiðis. Nei. Ekki nema eins og þú segir, þú veist, þegar maður skipt hespur. En ef maður viðkvæmur fyrir það, þá bara að gera og það ekkert síður að taka, sko, 2 umferðir úr hvorri hespu. Þú veist, mér finnst það, þegar ég hef gert þetta, að því ég hef alveg prófað þetta, þá hef ég alveg prjónað 2 umferðir úr hverri og svo 2 umferðir úr næstu. Þú veist, þannig að ég er svo fljótfæri, ég þarf alltaf ég þarf alltaf niðurstöðu strax, þannig ég nefnst ekki. Við erum svolítið líkar að því leyti. Svo prjónfestuprjónar, þær eru byrjunin á flíkinni sem ég er að prjóna. Svo kemur bara í ljósuna hvað verður. Já, svo bara aðlaði maður og ef þetta er alveg glata, þá bara reykum maður upp. Akkurat. Já. En svo ertu með meira? Já, ég er með silki, svo er ég með alpakasilki. Svona bustað. Ok, ég held þetta, já. Þetta nefnilega þetta svipað á móherið. Já. Nefnum þú færið ekki alveg að marga metra út úr þessu. Þetta eru 50 grömm og það eru 300 metrar. Já. Móherið væru vanlega með 400 og eitthvað á 50 grömm. Já. En þetta er bara svo mjúkt. Við erum að finna hérna 1 þráð. Já. Og þetta er bara svo mjúkt og ég veit ekki alveg, ég get alveg verið í móheri. Já. En mér finnst það alltaf svona, ég veit ekki, mér finnst þetta bara miklu betra. Mér finnst þetta meira djúsi og þessi hérna peysa sem ég er í, þetta er bara einfalt. Þetta er einfaldur þráður? Já, þetta er einfaldur þráður. Á prjónu númer 5? 5, kannski 5,5, ég man það ekki alveg. Þetta er krókurinn eftir Eddu-Lilju. Ég bara breytti aðeins mynstrinu. Og sleppti króknum og bjóð til. Og þú veist, hún er svo létt og hún ég man ekki, hún er undir 100 grömmum. Ég held hún sé 96 grömm mín, þú veist, það er bara svona ermar. En ég ætla að notaði bara eitthvað 13 grömm eða eitthvað af munsturlitnum. Þú veist, þannig ég var með 2 grænar og 1 af munsturlitnum. Og hefði alveg getað gert ermarna síðari, ég bara vildi hafa það svona. Af því ég átti alveg, þú veist, ég átti alveg 30-40 grömm eftir að græna. Þetta er rosalega, ég ætla þess að fá að koma við. Æðislega mjúkt, en þetta ekki of heitt? Ekki svona einfalt. Nei. Ég er eiginlega komin í bílu við albaka. Ég er svo heitt. Já. Og ef það er eitthvað, þú veist, með albakaþræði, ég bara að kapna. Já, og alpaka náttúrulega andar ekkert bilaðslega vel. Nei. Þú veist, þetta er ekki eins og en móher svo sem gera ekki heldur. Já. En alpaka, það er náttúrulega, þú veist, það er meira bara heitt. Það er svo íslensku ullin, hún er svo temprandi, eða þú veist, tempruð. Það er, þú veist, þeir verður ekkert alltaf heitt en hún er samt rosa hlý. En alpaka, það er eiginlega bara heitt. Já, en þegar maður prjónar það svona, þú veist, laust, ég sé líka fyrir mér, sko, eins og Love Note peysunar, sem allir voru að gera, það er prjóna 6,5.
einn þráður af móher og einn af fingeringarnir. Já. Og það getur ekki það getur komið vel út í svona. Já. Þannig að þetta ég allavega ákvað að vera með þetta. Já. Það er líka svolítið skemmtilegt svona öðruvísi og burstið alpaka, þú veist, og þú færð hérna svona móher, þú veist, fílingin, sko. Þú færð sama fíling, en bara, aðeins öðruvísi. Kannski verið einhvern með móher aftur, en ég allavega ákvað meðan ég get ekki verið með bæði og þá að vera með þetta frekar. Bara því að mér, þú veist, að því mér finnst það skemmtilega. Einu sinni nefnilega, þegar ég byrjaði að leita, að þá var ég alltaf að reyna að gera það sem ég held að öðrum myndi finnast flott. Og sem að aðri myndi fíla. En svo kom bara svona moment þar sem að ég ákvaði að gera bara það sem að mér finnst skemmtilegt. Og þá líka færið þú kannski svona sérstöðu. Þannig, eða hvað, er það ekki? Þú veist, jú, og svo bara ger ég. Nei, eins og þú ert búin að vera svolítið mikið með neonliti og eitthvað svona. Ég held að það sé ekkert svo margir sem allavega þegar þú varst að byrja með þetta, þá var ekkert svo margir með. Nei, það voru ekki margir með hérna þegar ég var. Hún Ásdís hjá Hex hefur verið svolítið dugleg núna með neonlitina. Og hún eiginlega svolítið greip þann bolta þegar ég minnkaði svolítið við mig. Þú veist, þá fór hún svona aðeins að fylla upp í það skarð. Já, akkurat. En hún að gera rosa flotta neonliti líka. Og jarliti, og við erum fína vinkonur við Ásdís. Þannig að við deilum alveg tipsum og trikkum í því. Þannig að en ég hef verið rosa mikið bara, eins og ég segja, að gera það sem að ég fíla. Og ég meina, ef þið langar í eitthvað annað, þá bara verslar annar staðar, skilur. Þú veist, ég bara ákvað einhverju tímapunkt að mér leiðist í vinnunni ef ég er ekki að gera það sem ég veist flott. Kannski ef maður hefur gaman að því, að þá líka verður að kemur það betur út, sko. Algjörlega. Þú veist, þegar ég reyna að lita bláa liti, þá náttúrulega finnst mér það bara ekki flott, og mér finnst ekki flott það sem er í bakkanum, og mér finnst ekki, þú veist, en það er ekkert aðeins, skilur, yfirleitt ef ég lita blátt, að þá selst það yfirleitt á núleitni. Þú veist, en ég bara er svo hrikalega lítið blá að ég bara geta ekki. Það er bláasta sem ég fer, þessi er nýlegur. Blár, fjólublár svona. Það er svona fjólu og grænt í honum. Og svo eru þessir tónar sem hafa verið, en þeir eru bara nógu grænir til að mér finnst þeir aðeinslega, sko. En ég er svo lítið blá. Og lítið rauð. Það er svo ég er sko bara alls ekki brún. Nei. Ég get ekki brúnan lit. Nei. Það er mjög fint. Meira að segja bara í útsöfnum, sko. Af því nú hefur verið að sauma svo mikið út og ég er alveg bara, nei, nú ætlum ég náttúrulega brún. Þú veist, ég bara eiginlega get ekki. Nei. Og ég á svona kassa, eða 3 kassa, á svona útsöfnsgatni og það bara hreyfist ekkert brún í litinu mínu. Það er alltaf til nóg af þeim. Meðan hinn er alveg bara spænast upp. En veistu að ég á eftir að fá svona hjá þér. Þú ætla að prófa, gákvæmt að. En þetta er þá líka bara góð vetrarpeysa. Af því ég er að segja að ég sé svo heiting. En mér finnst það eins og þessi, sem eru svona einföldi. Þú veist, mér finnst það rosa þægilega að henda yfir mig. Prófa bara að vera brúnum í 6 eða eitthvað. Æði. Algjörlega. En svo erum við náttúrulega líka með þetta er eitthvað sem að ég man ekki hvort einhver annar litur með hérna. Þetta er meira nú hör og það er sem sagt 10% hör í þessu. Og maður sér ljósu flekkina, hörin litast ekki eins og meira nöðlein. Nei, einmitt. En það er bara 10%, þannig að þetta er ekki, sko, verður ekki hart eða neitt. Það gefur þessu meira bara svona eins og tvít. Svona meira líf. En eins og hörin er svo þungur að á þessum hestum er bara 360 metrar, ekki 400. Og það er bara því að, þú veist, þráðurinn er alveg grófur, en hann er bara aðeins þyngri. Þannig að, og þá færðu efni sem að fellur meira. Eins og ég er að gera eina ítalsku sem þú sem það er.
unnar úr kaffitálspókum. Já. Ég er að gera svona, það heitir Traveler Shell eftir Andreu Mári. Ok. Og hún sko er öll snúin. En, þú veist, þetta verður alveg svona... Já. Þú veist, þetta fellur svolítið skemmtilega. Þetta er náttúrulega, já, þetta er réttan. En, þú veist... Hvað sér þetta? Sjálf? Nei, þetta er peysa. Nei, þetta er svona peysa. Já. Ermalös samt. Ok. En þetta fellur rosa skemmtilega og mér finnst þetta alveg dásamlegt. Mér finnst þetta dásamlegt efni. Já. Og þetta er eiginlega uppáhaldsskapnið mitt. Yes. Merino og hör. Já. Og svo líka sko, svo gaman sér að alls konar hvað þú ert með, litirnir sko. Já. Af því ég get ekki gert það sama lengi. Nei. Þá leiðist mér. Já. Ég þarf alltaf að breyta. Já. Þess vegna er ég líka alltaf með 20 prjónaverkefni í gangi í einu. Og þetta er alveg... Þessi fallegur. Já. Það er alveg sána með hann. Það er stór. En svo er ég líka sem sagt með bara klassíska. Þetta er bara sokkagarni. Þetta er 15% nælon. Já. Og eru 400 metrar. Já. Og þetta er, ég og Edda Lilja eru með sama Merino nælongrunn. Já. Það er þessi sem er 15% næloninu. Já. Og mér finnst það bara... Það er alveg nóg, oft er 25 er það ekki? Oft er 25. Já. Og mér finnst það tapa svona púfinu. Já. Já. En það er bara gott til sínsbrúks. Já. En ég er svo hrifin að þessu, þetta er svona alhliða. Já. Þú veist, alhliðagarn. En ég verið með þetta alveg frá því að byrjaði. Já. Ég sá þetta núna að framleiðandinn var að koma með sama garn, nema nælonið er niðurbrjótanlegt. Ok. Þannig að ef þú prjónar úr því og hendir í svo í ruslið, þá eyðist það upp. Að því að sko svona nælon er alveg 200 ára eða eitthvað eyðist upp. Já. En þá eyðist það bara upp á einhverju 5-10 árum. Ef þú setur það, þú veist, þú ert ekkert í peysun og hún bara eyðist upp. Nei. En ef þú setur hann í í ruslið þá eyðist það upp. Er það hægt? Já, ok. Það er sem sagt... Þau segja það. Já. En þú ert að tala um það eyðist ekki. Ég sá mynd á netinu af gallabuxum sem voru búin að vera í jörðinni, ég veit ekki hversu lengi. Já. Gallaefni, eða þú veist, all bómull og allt var farið. Já. Eftir voru, saumanir. Já, og þræðirnir, þú veist, einhverju þræðir, þú veist, þannig að það var svona... Já, örugglega sem er ofið í. Já. Já, það er örugglega, bara nælon. Já. Og það er eins með þetta, þetta er náttúrulega bara náttúrulegt, sem sagt, Merinoillinn. Já. Það er náttúrulega bara náttúrulegt efni sem að væntanlega eyðist upp í náttúrunni einhvern tímann. Já. En nælonið verður eftir og eru þá plastagnir, þannig að ég er svolítið spennt fyrir því að prófa þetta sem að... Já. En ég bara þarf að prófa að lita það og prjónur því sjálf til að átta maður hvort það er þess verið að skipta. Já, þú kaupir sérst garnið á utan og kemur það í svona... Hvað kallar það? Nei, ég fæ þetta í... Kónum eða eitthvað svoleiðis? Nei, ég fæ þetta í hespur. Ég nenni ekki að vinda upp í hespur. Ég fæ þetta... Við erum alveg að þetta eigi ekkert. Jú. Ég á eina DK-hespu. Þú veist, ég fæ þetta pakkað ýmist svona... Þetta er DK... Gróleiki, einn svona. Eða þá... Þetta, ég fæ þetta bara í 100 gramma. Sem er bara miklu þægilega, því að annars þá þyrftirðu að nota hesputré og alveg hérna. Já, og það bara tekur rosa mikið tíma. Já. Ef ég væri með einhverjar aðeinslega vélar eða... Þá kannski myndi það borga sig í verði, skilur. Já, einmitt. En þegar maður er einn að þessu svona, þá... Þú veist, miklu þægilega að fá þetta bara... Algjörlega. Fá þetta bara tilbúið því að þá get ég bara byrjað. Já. Þá fyrir bara að leggja þetta í bleyti þegar þú byrja. Einmitt. Hvað tekur langan tíma? Þú þarft fyrst að bleita, er það ekki, áður en þú leggur í litabað? Jú. Já. Það er svona sirka langur prósess.
ég meni, ég í rauninni bara klukkutíma að, þú veist, ég náttúrulega yfirleitt setja alveg helling í bað. Já. Og þá ertu með, hérna... Já, þá er ég bara með gastrobakkana. Já. Og, þú veist, kannski að setja 20 hespur í hvern. Já. En svo, þú veist, það þarf ekkert að liggja svo lengi í vatninu. Nei. Silki þarf að vera aðeins lengur, það lengur að blotna í gegn. Já. En svo ullin, þú veist, hálftími alveg hálftími klukkutími, þú veist, þá hún alveg orðin gegn blaut. Það mjög þægilegt ef ég ger þetta kvöldu til. Já. Og svo er ég að fara að lita morgunin eftir. Já. Og svo, það sem tekur lengstan tíma hjá mér að hita upp. Já. Þú veist, ég bara blanda litinn og legg svo í litabað. Og náttúrulega ef ég að gera eitthvað svona, þú veist, þá náttúrulega með marga sem ég að halla yfir og alls konar. Já. En yfirleitt það sem tekur lengsta tíma að hitna upp. Og það kannski, þú veist, hálftími. Af því að svo læt ég að standa bara og kólna aftur sjálf niður. Þannig að til að liturinn festist, að þá þarf þetta að hitna, eða þú veist, þá þarf gatni, eða þú veist, já. Það þarf að hitna svona allt upp að suðu. Já. Vera þannig í smá stund og svo, og svo best að láta það kólna alveg niður. En svo hef ég alveg lent í því, þú veist, það sérstaklega sem bleikilitir sem erfiðir. Já. Þú veist að þá... Já, það ekki líka mitt? Litir eru mismunandi. Jú, og eins og bleikulitirnum stundu vilja leka. Já. En þá ef að það gerist, þú veist, ef ég skóla og seti meira en bara umfram liturinn, að þá hef ég oft tekið bara og sett, þú veist, aftur í bara vatn og sýru og hitað upp aftur og þá oft, sem sagt, það náttúrulega festist. En ef það festist ekki, þá bara endar það til hliðar, sko. Það sem betur fyrir gerist mjög sjaldan. Mjög sjaldan. Og svo er maður náttúrulega stundum að nota bara duftið í að dreifa yfir, sko. Já, til þess að fá svona flekkina, eða þú veist, já. Þannig að þetta alveg, ég svona á góðum degi, ef ég alveg að vinna frá, þú veist, 8 til 4, þá ég að lita svona 40-50 hespur. Já. En þá ég búin að undirbúa kvöldið áður. Já, einmitt. Og svo alveg frágangur og svo ég eftir að skóla og hengja og láta það þóttna. Þetta alveg meira en að segja það, sko. Já, það alveg sólarhringur 2 í þurrkun, sko. Já. Og svo náttúrulega eftir að, þú veist, vinda þetta allt aftur upp í hespur og græja miðana. Ég hef alltaf haldið mig bara við þessa heimabrandið. Já. Branda það bara út og klippið. Já. Þannig að það alveg hellingsprósess í kringum þetta. Já, algjörlega. Og mynda og setja inn á heimasíðuna. Og á Instagram. Og já, svo var ég alltaf með YouTube þátt. Já, ég saknaði þess. Ég veit. Hann að koma. Já. Já. Hann að koma. Já. Það eftir sumarfrí hjá gaurunum. Já. Þá er ég að fara aftur í það. Já. Frábært. Þannig að þetta, ég spennt fyrir því. Mér finnst það bara svo gaman að sjá bara hvað þú varst að gera og hvað þú varst að lita og hvaða verkefni og svona bara. Þetta líka svo gott fyrir sjálfan mann. Eða þú veist, mann sjálfan, því að þá, þú veist, tekur maður upp, þú veist, fer aðeins yfir hvað maður búinn að vera að gera. Af því að það örugglega fleiri sem líður þannig að, þú veist, það alltaf eins og maður gerir ekki neitt. Nei. En svo fyrir maður að hugsa svona verkefni sem maður búinn að klára. Já. Og það svona, jú, heyrðu, ég þú veist, ég var að gera þetta síðasta mánuði. Já, akkurat. Þannig að mér finnst það svo gott að taka svona smá, svona recap að fara yfir það sem maður búinn að vera að gera. En þetta bara, mér finnst þetta hrikalega gaman. Og núna ég bara í þessu. Og svonandir erum við líka með fyrirtæki hérna niður bæ. Já, þeir eru með bjórverksmiðju. Já. Við erum með brugghús sem líka, þetta stórt hús, sko. Já, það heitir alltaf brugghús, ekki? Já, ég myndi bjórverksmiðju. Bjórverksmiðju og það líka, það bar líka þar og svo erum við með svona veislusal
inn af, þannig verður líka oft með viðburði, sko, tónleika og brúðkaup núna helgina og þannig að það oft svolítið vinnað í kringu það. En þetta bara fínt saman. Hvað heitir? Það heitir Segull 67. Segull 67. Þannig að það alveg, séum allt bókhaldið þar og líka. Já. Nú að gera. Er það ekki alltaf svo leiðist maður fyrir fyrst? Annars bara leiðist manni. Já, einmitt. Það er eins og ég er að fara í launalaust leyfi núna frá kennslu næsta vetur. Og fyrst var ég alveg bara, hvað á ég að gera, þú veist, núna. Ég held að ég komið til með að hafa bara, sko, brjálað að gera. Þú veist, ég er að finna mér hinn úr þessu verkefninu og eitthvað svona, sko. Þannig að, þú veist, maður finnur sér alltaf eitthvað. Og líka bara, svo kemur til manns leið og þú veist, þetta fer út í kosmosið eða eitthvað svona, sko, að þá koma svona verkefni, viltu gera þetta, gertu og eitthvað svona. Sem bara æðislegt. Og það er bara, þú veist, maður opnar á það að það. Ég ger ekki annað en að fylla einu við garnið. Nei. Það er svo. Það er bara mjög skiljanlegt. Við erum alltaf að kíkja hérna þegar það er opið út, ef einhvern labba framhjá eða eitthvað svona. Þannig var einhver að labba með 2 sósufernir, ég veit ekki alveg. Það var einhverju túristar. Já. En þetta er allavega bara lífið á Sigló. Já, lífið á Sigló. Já. Það er bjór og gat. Og svo ertu líka, ég sé þú varst með svona svona litlar hestur. Já, þetta eru Hvað er þetta, 25 eða minna? 20. Ég var að gera aðalega, þetta eru svona glimmer. Já. Gerði fyrir prjónagleðina blöndu og svo gerði ég 5 svona neonliti í glimmer mini. Þetta er svona rosa skemmtilegt í hæla og tær á sokka og svona. Og ég að næla mér svo líka. Ég var ekkert að setja þetta inn á heimasíðuna. Ég þarf að fara í að gera það. Ég þarf að fara í það. Já. Þegar sumarfríin eru búin hjá krakkunum, þá getur þú Gott, já. Gerir kannski ekki mikið meira en að sjá. Tekur alveg á, sko. Því svo er nefnilega, þú veist, svona í bara munstur. Já. Þú veist. Það er nefnilega líka. Skilurðu, og svo hafa svona. Já, þetta eru 20 grömm. Hvað sagði ég að ég hefði notað 14 í munstri hérna? Já. Alveg hellingur. Heyrðu, nú erum við bara búin að fara aðeins yfir það sem þú ert með. Já. Og bara æðislegt. Heldur betur. Bara gaman að fá þig í heimsókn. Já, bara takk fyrir að taka á móti með svona stuttum fyrirvara. Álítið. Af því ég alveg, nú er örugglega einhvers staðar ekki heima eða eitthvað, sko. Það hefur verið típist. Já, af því ég var búin að tala um það við þig, svo veist, ef ég væri að ferðina þá myndi ég kíkja. Já, nákvæmlega. Nei, þetta var bara skemmtileg tilviljun. Heyrðu, bara takk fyrir að taka á móti mér. Takk fyrir komuna. Já, það var gaman að koma til hennar Fanny og ná að spjalla aðeins við hana. Eftir það þá fór ég náttúrulega aðeins að kíkja á gatnið hjá henni og ég freistaðist. Keypti hérna þessa burstuðu alpakaull sem hún var að segja frá. Keypti þessa 2 liti og ég hef alveg þurft að halda að mér höndunum að byrja ekki strax af því að ég er með vesti núna sem ég er að prjóna og ég er búin að ákveða það að ég ætla að klára það áður en ég byrja á þessu. En ég er svona búin að vera svona spá og spökkur af hvernig ég ætla að prjóna. Ég ætla allavega að hafa þetta með svolítið svona grófum prjónum. Þannig að þetta verður spennandi. Það er ekki víst að ég verði byrjuð á þessu fyrir næsta þátt sem að ég set út. Við sjáum til, kannski, hver veit. En mjúkt er það og ég hlakka til. Enn og aftur þá þakkaði ég Fanny fyrir að taka á móti mér og tala við mig og leyfi ykkur að sjá svona hvað hún er að gera. En ég segi þetta gott í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáumst í næsta þætti.